Már Kjartansson fundinn og Hrefna Gunnarsdóttir sem ritar fundargerð. Á dagskrá þessa fundar, fyrsta fundar ársins, eru 5 mál, en þau eru fyrst fundargerði bæjarráðs frá 22. og 29. desember. Annað mál er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. desember. Þriðja mál fundargerð barnaverndarnefndar frá 19. desember. Fjórða mál fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 20. desember og 5. mál fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 23. desember. Við ætlum að hefja hér dagskrá og fyrst tökum við fyrir fundargerðir bæjarráðs frá 22. og 29. desember. En áður en forseti gefur orði laust, þá ætla ég að vekja athygli á því að í fundargerð frá 29. desember, seinni fundargerðinni, var fyrsta máli frestað og fyrirvara settir við annað mál, þannig að þau mál teljast því enn í vinnslu og munum við fá frekari vinnslu í þau mál. Og síðan er í sömu fundargerð í þriðja máli. Þar þurfum við að bera upp til samþykktar. Það þarfnast sérstakrar afgreiðslu og það er mál þar sem lögð eru fram drög að reglum niðurfellingu eða lækkun fasteignaskatts fyrir tekjulága elli- og örorkulífeyrisþega af eigin íbúð og óska forseti eftir því að þeir sem samþykkt geta þennan lið sérstaklega þeir gefa merki og sá liður er samþykktur 11.0. Þá er orðið laust fundargerðirnar. Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, gleðilegt nýtt ár. Ég kem undir fundargerð bæjarráðs þann 22. des og ég vildi nú bara benda góðfúslega á það að okkur hefur ekki ennþá borist erindisbréf eða verkaskipting vegna byggingarnefndar Myllubakkaskóla og við lestur fundargerða frá þessum byggingarnefndum og framkvæmdanefndum og þá virðist þær vera svona svolítið út allt og væri gaman að fá þessa verkaskiptingu fljótlega. Takk. Takk fyrir það. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar, aðrir gestir, gleðilegt ár. Ég kem hérna upp undir fundargerð bæjarráðs frá 22. desember þar sem að undir lið 8 var fjallað fundargerð stjórnar Brunavarna Suðurnesja. Og í þeirri fundargerð er að finna undir lið 5 skýrslu slökkviliðsstjóra að staðan í samningaviðræðum við Sjúkratryggingar Íslands er enn óbreytt. Og nú erum við komin inn á nýtt ár, 2023, sem þýðir að það er komið rúmt almanaksár sem að brunavarnir hafi verið samningslausar við Sjúkratryggingar Íslands og það ætlar að reynast þrautin þyngri að ná fram þessum samningi sem að vissulega þarf að ganga frá. Það er varla hægt að ætlast til þess að menn sé að reka svo viðamikla starfsemi í þessum hvirfilbyl sem að svæðið hefur verið í og miklum vexti án samnings. Þannig að ég vil bara vekja á þessu athygli hér og hvetja okkur hér sem hér erum að vera duglega að ýta á okkar ráðamenn. Þannig að úr verði bætt. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerðum bæjarráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs frá 22. og 29. desember eru beðnir að gefa merki og þær eru samþykktar 11.0. Þá tökum við næst fyrir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. desember síðastliðnum og eins og áður eru nokkur mál í þeirri fundargerð sem við þurfum að bera hér sérstaklega upp til samþykktar
Fyrst er það 5. mál fundargerðarinnar sem eru flugvellir 31 lóðastækkun. Orðið er laust. Enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 5. mál eru beðnir að gefa merki. Það er samþykkt 11-0. Næst er það 7. mál fundargerðarinnar Dalshverfi farsímaloftnet. Orðið er laust. Enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 7. mál fundargerðarinnar eru beðnir að gefa merki. Það er samþykkt 11-0. Næst er það 7. mál Brekadalur 5 stækkun á byggingareit. Orðið er laust. Enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 7. mál fundargerðarinnar eru beðnir að gefa merki. Og það er samþykkt 11-0. Næst er það þá 8. mál fundargerðarinnar flugvellir 23 breyting á byggingareit. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 8. mál flugvellir 23 eru beðnir að gefa merki. Það er samþykkt 11-0. Þá er það síðasta máli sem við tökum fyrir. Það er 9. mál Hásela 22. Orðið er laust. Enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 9. mál eru beðnir að gefa merki. Og það er samþykkt 11-0. Þá gef ég orðið laust fundargerðina í heild sinni. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, gleðilegt árið. Ég kem hér upp undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráð frá 21. desember síðastliðnum til lið 11, aðalskipulag Suðurnesjabæjar. Mér langar með leyfi forseta að lesa hér upp umsögn skipulagsráðs vegna aðalskipulagsins. Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar vekur athygli á auglýsingu á tillögu að aðalskipulagi Suðurnesjabæjar 2022-2034 ásamt umhverfismatsskýrslu með bréfi dagsett 4. nóvember 2022 sem hún samþykkti að auglýsa á fundi sínum þann 2. nóvember 2022. Og þeir sem telja að þeir eigi hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að koma með ábendingar og athugasemdir og frestur til að skila athugasemdir var til 23. desember 2022. Í umsögninni kemur fram að húsnæðisþörf er miðað við breytilega spá íbúafjölgun sem sveiflast frá 0,63% í upphafi tímabilsins að 1,9% til loka tímabilsins. Og í lok spátímabilsins sem nær til ársins 2034 er gert ráð fyrir heildarfjölgun 800 manns. Sú mannfjöldaspá endurspeglar engan veginn áætlanir fólksfjölgun vegna uppbyggingar og vaxtar Keflavíkurflugvallar sem staðsettur innan sveitarfélagamarka Suðurnesjabæjar og myndar því þrýsting á nærsveitarfélög til að bregðast við. Á verslunar- og þjónustusvæðum við Rósasel er gert ráð fyrir alltaf 140.000 fermetra uppbyggingu rýmisfrekrar verslunar- og þjónustustarfsemi, almennar skrifstofa og matvöruverslana og ætla má að til viðbótar fari 50.000 fermetrar í götur og bílastæði en óheimilt verður að raska Rósaselsvötnum með því að meita yfirborðsvatni í þau en á sama tíma verði lögð áhersla á blágrænar lausnir. Staðsetning verslunar- og þjónustusvæða Rósasels samræmast ekki vel stefnu sveitarfélagsins eins og hún er sett fram í kaflanum blómlegt og fjölbreytt atvinnulíf og lögð er áhersla á lýðheilsusjónarmið og íbúar geti ferðast fótgangandi. Og ítrekað er í kafla samgöngur á blaðsíðu 80. Ekki er að sjá á uppdráttum að svæði tengist frávitu eða öðrum innviðum sveitarfélagsins annara en þjóðvega. Og svona í ljósi þessara umsagnar að þá langar mér bara að leggja áherslu á mikilvægi þess að við skipulag svæða á Suðurnesjum í heild sinni sé unnið í góðri samvinnu öll þessi mál. Við erum að tala hérna annars vegar mannfjöldaspá sem er ekki í takti við það sem er að gerast annars staðar svona í spám í kringum hérna á svæðinu og ekki hvað síst það hvernig við ætlum síðan að tengja svæði eins og þetta gríðarstóra þjónustu og verslunarsvæði við nauðsynlega innviði eins og fráheitu. Og ekki hvað síst er að menn eru að tala blágrænar lausnir sem eigi þá að veita öllu þessu vötnum eða yfirborðsvötnum þá væntanlega inn á land Reykjanesbæjar. Og legg bara áherslu á það að menn séu vel vakandi fyrir þessu til framtíðar og passi upp á að öll uppbygging þarna sé í mjög góðu samstarfi milli sveitarfélaga. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góði gestir, gleðilegt ár. Ég vil þakka Bjarna Páli bæjarfulltrúa fyrir að lesa upp þessa umsögn og er hún mjög mikilvæg og þarf einmitt virkilega að skoða vel og vekja athygli á henni. En mér langar samt að biðja umhverfis- og skipulagssvið að eða allavega það þarf það þarf aðeins að laga þarna fundargerðina vegna þess að þetta lítur út fyrir að þetta sé umsögn Suðurnesjabæjar. Það þarf að koma fram í fyrstu málsgrein að þetta sé umsögn frá okkur. En aftur ég vek athygli á að það er mjög gott að hann lasi þetta upp og það þarf virkilega að vekja athygli á þessu og eiga gott samtal við Suðurnesjabæ varðandi þessi mál. Takk fyrir þetta. Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hérna undir liðnum starfsáætlun umhverfissviðsins. Hún er mjög metnaðarfull og við bókuðum í uppskráðinu að við værum ánægðir með hana, en við lestur á henni þá get ég ekki fundið neitt snjóruðning. Og ég ætla því að biðja að eftirfarandi verði bókað. Sjálfstæðisflokkurinn óskar eftir upplýsingun hvert verklag umhverfissviðs er vegna snjómoksturs í Reykjanesbæ, hvers konar samningar eru í gangi við verktaka á svæðinu og hvernig þessi vetur hefur gengið. Við óskum eftir að þetta fái umræðu í umhverfis- og skipulagsráði og að bæjarstjóri gefi skýrslu málið á næsta bæjarstjórnarfundi. Takk. Takk fyrir þetta. Gott að fá svona inn í umræðuna og tek undir það. Það er alltaf gott að læra af því sem maður er að gangi í gegnum og ef það er hægt að segja fordæmalaust hér, að þá var þetta kannski svolítið fordæmalaust þessi mikli snjór sem við sáum hérna daginn, en alltaf gott að læra og vera tilbúin. Þannig að ég fagna því við fáum líka svör. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir og kæru íbúar Reykjanesbæjar, gleðilegt nýtt ár. Ég vil taka hér undir með bæjarfulltrúa Guðbergi Reynissyni. Við þurfum að fá skýr svör hvað er að gerast í þessum málum. Þetta var algjörlega óviðunandi ástand sem átti sér stað hérna daginn í þessu brjálæða veðri þegar aðalæðarnar voru algjörlega lokaðar og snjómokstur gekk illa og byrjaði sent. Þannig að mér hlakka til að fá að heyra og sjá þessi svör. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég eins og aðrir óska ykkur gleðilegs árs og þakka fyrir það liðna. Við erum að fara yfir þessi mál núna. Síðast í dag var fundur stöðu snjóruðnings hjá okkur og það er kannski, og sjálfsagt ég skal taka saman skýrslu og fá góðar upplýsingar hvar við erum stödd í því. En ég get sagt ykkur strax að það eru allir búnir og hafa allir verið og eru að leggja sig fram við að gera eins vel og hægt er. Viðlíka snjómagn var hér síðast að mati þeirra sem gerst ekki árið 2008 og síðan eru liðin 14 ár og við höfum bara, eða fjárhagsáætlun og það sem að við höfum gert til að undirbúa okkur fyrir veturinn hafa bara tekið mið af síðast ári. Þannig hefur það bara verið. Það gerði náttúrulega engin ráð fyrir einhverju svona, en við erum að fara yfir þetta til þess að læra af því og það er margt sem spilar inn í. Fyrsta lagi hefur náttúrulega íbúum og götum, húsagötum fjölgað gríðarlega frá þessum tíma 2008. Tækjabúnaður hefur breyst hjá verktökum líka, þannig að
tæki og tól sem að voru afkastameiri hér áður og dugðu til þess að hreinsa bæinn eins og hann var þá, duga ekki eða hafa ekki duga lengur eins og staðan er núna og ýmislegt fleira sem hefur komið upp. En við erum að fara yfir þetta og ég skal glaður láta taka saman upplýsingar stöðuna. En ég fullyrði við ykkur að það hafa allir lagt sig í líma við og að leggja sig í líma við að sinna þessu málum eins og vel hægt er. Menn fara út klukkan 4 á morgnana og að koma heim 10-11 á kvöldin. Þannig hefur staðan verið núna undanfarna frá því að þessi törn byrjaði. Takk fyrir þetta. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Þetta var ekkert gildishlaðið hjá okkur. Þetta var eingöngu beiðni upplýsingar og beiðni á næsta fundi. Forseti tók undir, við ætlum að læra af þessu og það er óþolandi. Þegar að vera að biðja bara upplýsingar, að það sé verið að líta á það þannig að það sé verið að gagnrýna starfsfólkið. Starfsfólkið á það ekki skilið. Ég veit allt þetta sem að þú bæjarstjóri var að tala að það eru allir að gera sitt besta og miklu meiri en það. Það er varla að menn fá að sofa vegna þess að það er verið að vinna í þessu. Það er ekkert verið að gagnrýna einn eða neitt með þessu. Við þurfum bara að skoða hvernig málum háttað. Það verður farið yfir á næsta fundi, við ræðum það saman, hvað lærðum við að þessu, akkur ekki samningar, akkur sum sveitarfélög með samninga. Við þurfum að skoða hvað gerði Kópavogur öðruvísi en nær sveitarfélögin, akkur gekk þetta vel hjá þeim, þetta eitthvað sem við eigum að skoða seinna. Við getum alltaf verið gáfuð eftir á eða vitur eftir á. Við erum ekkert að tala það, en það var þetta mjög hlutlaus spurning. En við skulum athuga það að snjónum kyngdi niður 16. og 17. desember. Þannig að það er nauðsynlegt fyrir okkur bæjarfulltrúa öll hérna að fá þessar upplýsingar til þess að við getum lært af þessu og gerum betur. En vonandi tekur það enginn til sín sem að vinna í þessum málum að það sé verið að skjóta á einn eða neitt. En það myndi mér ekki detta þetta til hugar og okkur ekki. Takk. Já, gjörðu svo vel bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ef ég hef sært einhvern eða gefið eitthvað skilaboð að við værum eitthvað að bregðast illa við fyrirspurninni, þá bara er það misskilningur og biðst velvirðingar á því. Eina sem ég að segja að við erum að skoða málið, þið munið fá þessar upplýsingar, þessi innri skoðun er hafin og svo sem búin að vera í gangi nokkra daga og ég hlakka bara til að fara yfir þetta með ykkur að hálfum mánuði liðnum. En ekki taka þessu þannig þó ég hafi staðið hér upp og ætla að veita einhverja smá upplýsingar strax að við séum eitthvað óánægð með þessa fyrirspurn. Hún er ágæt og löngu tímabær og bara fínt. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ég vil taka þetta bara skýrt fram að ég er mjög ánægður með störf starfsmanna Reykjanesbæjar og umhverfissviðsins. Þau eru búin að gera allt sem þau geta. Vandamálið er að þeim eru þetta bara sniðinn þröngur stakkur í þessu máli. Það þyrfti kannski að endurskoða það, hvað er verið að setja í þetta. Við erum að sjá harðari vetur. Við sáum í fyrra í febrúar, mars að þá var verið að loka Reykjanesbrautinni og hér var allt á kafi snjó. Við erum rétt að byrja, veturinn er rétt að byrja og allir verktakar sem ég ræddi við, þeir sögðu það sama. Það er engin samningar við Reykjanesbæ og þeir hafa enga ástæðu til þess að rjúka strax í að halda stofnbrautum eða vistgötum hjá okkur opnum. Til dæmis á Akureyri, þar er á vefsíðunni hjá þeim að hvernig verklagið er. Fyrst eru opnaðar stoppbrautir, svo eru einhverjar hliðargötur og svo eru íbúðargötur. Og íbúðarnir bara þá vita það. Og þeir vita að það er ekki komið strax til þeirra. Og þá hættir þetta tuð. En við erum ekki einhvern veginn með þetta almennilega, já ég veit ekki, það getur verið, en vonandi fáum við að vita það næst. En svo þessi algjörlega tekið fram að þá er ég bara ánægður með störf
starfsmanna Reykjanesbæjar. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Guðbergur. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Bara í síðasta sinni, hérna, fyrst vegna þessa sem að Guðbergur sagði hér úr ræðustóli bæjarstjórnar, það er til áætlun og það er unnið samkvæmt áætlun að því að hreinsa götur bæjarins. Hún er í texta en ekki í mynd eins og Akureyri og Kópavogi og Hafnarfirði og víðar. Það var eitt af því sem við erum að ræða nú. Við erum búin að taka ákvörðun um að setja hana í mynd og setja hana á heimasíðuna. Þannig að íbúar sjáu í hvaða röð. Þetta er gert á með mismunandi litum. Þá er, segi bara eitthvað, rautt eru götur sem hreinsaði fyrst, blátt, svo og svo koll á kolli. Og við ætlum að láta vinna svona áætlun, þannig að það fari ekki milli mála. Hins vegar verður að hafa í huga að röðin eftir hverfum getur verið breytileg eftir í hvaða vindar koma og það getur verið ófært í Innri-Njarðvík eða Ásbrú í einu óveðri og svo einhvers staðar allt annar staðar í næsta eftir í hvernig vindar blása og þá þannig að röðin eftir hverfum getur verið mismunandi. Varðandi fjárveitingar til eða gatnakerfisins okkar og hreinsunar á því, þá vil ég nú bara rifja það upp fyrir alla svo að allir séu með það á hreinu að við erum að vinna hér samkvæmt rammafjárlögum, sviðin fá ramma og þau raða síðan rammanum niður á einstök verkefni og gatnaumsjón, þetta er ekki bara snjómóstur, þetta er hluti af umsjón bara með gatnakerfin okkar. Ég held að umhverfissviðið hefur ákveðið upphæðina úr rammanum sem setur í þennan málaflokk og ef að bæjarfulltrúar hafa talið það vera of naumt skammtað þá hefði verið hægðarleikur að koma með tillögum að bæta þyrfti í umsjón gatna. En þær tillögur hafa ekki borist held ég, eða ég kannast ekki við það. Og það á alveg við meirihluta og minnihluta. En eins og ég segi, þetta var árið 2008 og þetta hefur dugað í 14 ár, þessar fjárveitingar hingað til. Stundum verið afgangur, stundum eitthvað aðeins umfram, en þetta er bara undantekning núna. Takk. Ég lofa að koma ekki alltaf. Takk fyrir þetta. Ég tek undir hrós til þeirra sem hafa sinnt þessari þjónustu, en á sama tíma þá finnst mér líka bara mjög gott að rýna til gagns. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, þetta er fín og gagnleg umræða finnst mér sem er hér í gangi og ég held að eins og í áætlunargerð eins og annað, menn áætla náttúrulega á sinni reynslu og það er ekki, raunveruleikin er ekki þannig að þó að peningurinn klárist að þá séu allir sendið bara heim og það þekkjum öll sem að höfum orðið vitnað því sem hefur verið í gangi í bænum á undanförnum dögum. Það er kannski eitt sem að, ég veit ekki hvort það sé við hæfi bæjarstjóri en svona í tengslum við alla þessa hluti að þá náttúrulega eru ákveðnir alvarlegir hlutir sem að voru líka að skapa okkur smá vandræði í bænum en það var náttúrulega lokun Reykjanesbrautarinnar innan langa tíma sem átti sér stað í óveðrinu og eins líka aðgengi við byggðakjarna í sveitarfélaginu eins og Hafnir sem var lokaður svo dögum skiptir. Þetta ástand er eitthvað sem að væri mjög fróðlegt að fá svör frá þeim sem að bera ábyrgð á þessum hlutum sem er það væntanlega vegagerðin. Hvernig menn ætla að tryggja það að svona ástand komi ekki upp aftur í þennan langa tíma. Takk. Helga Jóhanna Oddsdóttir. Nei, aftur kallar handauppréttingu. Já, frábært. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og kæri bæjarfulltrúar. Mig langar að koma aðeins undir þessa umræðu og bara fína pælingar og það sem við þurfum að gera í kjölfari er náttúrulega að finna út hvernig þetta ferli allt saman var, hvað við ætlum að læra og hvað við ætlum að gera í framtíðinni. Það er augljóst.
Eins og bæjarstjóri kom inn á hefur þetta verið snjóþyngsti vetur í 14 ár þannig að eðlilega þegar við gerum áætlanir ár eftir ár þá horfum við til ársins í fyrra. Stundum hefur við sett fé í snjómokstur og það hefur ekki snjóað þannig að eðlilega getur þetta komið fyrir og við þurfum í kjölfari líka bara að ræða betur við vegagerðina. Hvernig höfum við hugsað okkur að hlúa Reykjanesbrautinni, er eitthvað meira sem við getum gert þar. Það er alls konar praktík sem við getum lært af þessu. Þannig að við skulum rýna í það saman og þetta er engum að kenna nema frostinu og snjónum. En við þurfum augljóslega að rýna í þetta ferli allt saman og við munum gera það. Þannig að bara takk fyrir góðar umræður hér. Takk. Takk fyrir þetta og bara frábært og forseta hefur borist til eyrna að þetta liggi nú þegar fyrir á næsta fundi umhverfis- og skipulagsráðs þannig að það er bara mjög gott. Ok, eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. desember? Svo er ekki, en áður en við kjósum eða samþykja þessa fundargerð og vill forseti líka taka undir umsögn ráðsins sem var mjög góð vegna aðalskipulags Suðurnesjabæjar og einmitt að taka undir orðin sem hafa verið sögð hér að þetta krefst mikilla samvinnu milli þessara sveitarfélaga í kjölfarið. Að þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs eru beðnir að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0. Þá er hér næst lögð fram fundargerð barnaverndarnefndar frá 19. desember síðastliðnum. Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég óska ykkur gleðilegs nýs árs. Núna frá áramótum þá heyra pólitískt skipar barnaverndarnefndir sögunni til og fundurinn 19. desember síðastliðinn var því síðasti fundur barnaverndarnefndar Reykjanesbæjar. Umdæmisráð tekur nú við keflinu. Mig langar að þakka kærlega fyrir árin 5 sem ég hef fengið þann heiður að sitja í barnaverndarnefnd og þakka starfsfólki barnaverndar sem og þeim einstaklingum sem ég hef unnið með í nefndinni kærlega fyrir góða og oft á tíðum mjög krefjandi og erfiða vinnu og gott samstarf. Takk fyrir. Frábært, takk kærlega fyrir þetta og við færum kæra þakki til fráfarandi barnaverndarnefndar fyrir þeirra góðu störf og óskum nýju umdæmisráði barnaverndar velfarnaðar. Hér er fundargerð barnaverndarnefndar lögð fram eins og áður, ekki þörf á að samþykkja hana. Þá tökum við næst fyrir 4. mál sem er fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Það var sjónamunur á Guðni Birna Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og kæru gestir. Já, mér langar að koma aðeins undir fundargerð 167. fundar íþrótta- og tómstundaráðs frá 20. desember síðastliðinn og aðalega langar mig að vísa til lið nr. 2, fjárhags- og starfsáætlun fyrir 2023. Þar fór Hafþór Birgisson, íþrótta- og tómstundafulltrúi Reykjanesbæjar, yfir lykiltölur í fjárhagsáætlun íþrótta- og tómstundamála fyrir næsta ár, 2023. Og með leyfi forseta eru það nefndar helstu áherslur og verkefni á árinu 2023 sem ég langar að lesa upp. Þar má nefna hvatagreiðslur fyrir 4 til 5 ára börn sem verða í fyrsta sinn í boði frá og með næsta ári. Lokið verði við byggingu íþróttamiðstöðvar við Stapaskóla með viðurkenndum keppnisvelli fyrir íþróttir innanhús ásamt sundlaug. Nýr vaktturn í sundmiðstöðinni mun koma til að auka öryggi sundlaugagesta. Ný sláttuvél verður keypt fyrir knattspyrnudeildina okkar, bæði UMFN og Keflavík og 5 leikadýnur fyrir 5 leikadeild Keflavíkur. Lyfta mun verða sett í 88 húsið og fjörheima til að auka aðgengi allra að félagsmiðstöðin okkar og ungmennahúsinu.
Þetta eru frábær verkefni og verður gaman að sjá þau verða veruleika á næsta ári. Að sjálfsögðu er bent á að gott væri að auka ennþá frekar í málaflokkin sem að við vitum af, en við erum allavega að koma með þessu mikilvæga verkefni sem byrja strax á næsta ári og því bara fagna. Orðið er laust. Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar aðeins að koma hérna inn á lið 1 sem er aðgengis- og öryggismál við Nettóhöllina á Fimleikaakademíuna, en það kom erindi frá Keflavík Íþrótta- og ungmennafélagi um beiðni um úrbætur vegna umferðar við Nettóhöllina og akademíuna og ég tek heilshugar undir þær áhyggjur með Íþrótta- og tómstundaráði og mikilvægi þess að umferðaröryggi verði skoðað og bætt sem allra fyrst með aðkomu þeirra aðila sem að við á. Í því ljósi vill ég líka ítreka að það er okkar sem foreldra að aka varlega og ekki taka óþarfa áhættur með því að stoppa það sem ekki má, bæði til að hleypa börnum út úr bílum sem og sækja þau. Ég hef sjálf staðið í skutli í mörg ár með mín börn á báða þessa staði, þó nokkur ár síðan, og ef eitthvað hefur breyst síðan þá hefur umferðin eingöngu þyngst með aukinni starfsemi. Við foreldrarnir eigum það til að taka óþarfa áhættu þegar við erum að skutla og sækja þar sem við viljum helst keyra börnun okkar upp að dyrum. Það er líka mjög mikilvægt að vera með endurskinn á fatna og töskum, sérstaklega núna þegar það er svona dimmt. Þetta er samstarfsverkefni okkar allra og ég tel þetta verkefni vera þess eðlis að hægt sé að leysa það á farsælan hátt með öryggi barnanna okkar í fyrirrúmi. Ég ætla ekki að endurtaka orð bæjarfulltrúa Guðnýjar en tek heilshugar undir þau varðandi verkefnin fyrir árið í ár. Og svo langar maður aðeins að koma inn á lið 5 sem er heimsóknir ráðsins í stofnanir. Íþrótta- og tómstundaráð hefur í haust og vetur bæði verið að fá til sín kynningar inn á fundina, fengið sent kynningarefni sem og farið í heimsóknir til þeirra fjölmörgu félaga sem er að vinna með börnum og ungmennum í íþrótta- og tómstundastarfi. Ráðið tók ákvörðun í upphafi kjörtímabilsins að fara í þessar heimsóknir og fá þessar kynningar til þess að öðlast betri skilning og þekkingu á því sem er í boði í sveitarfélaginu okkar. Ég segi bara frábært framtak. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem undir liðnum í tómstundaráðs fundagerðinni út af því að þessu fyrsta lið, aðgengismálin, ég tek undir það að þetta er hættulegt mál og ég er ennþá að sækja og skutla Díana. Þannig að ég svona er að finna fyrir þessum mikla þunga sem er allstaðar. En mér finnst þetta ekki bara eiga við Reykjaneshöllina og Íþróttaakademíuna, mér finnst þetta eiga við á fleiri stöðum í bænum og vil ég þá nefna Danskompani og ég hef svolítið verið að tuða fyrir Danskompani og við erum náttúrulega með stelpur í dansskólanum og þarna eru 300-400 börn og mér hefur alltaf verið sagt að þetta sé ekki rekið að bænum, heldur þetta sé þetta einkaframtak, en þetta eru börnin okkar, alveg eins og börnin í fótboltanum og körfuboltanum og fimleikunum og ég hefði viljað að við værum að skoða öll aðgengismál að öllum þessum stöðum þar sem börnin eru í miklu magni og foreldrar eru að sækja og skila. Þannig að ég veit ekki hvernig við komum því á framfæri að biðja öskraðu, ég er nú svo sem í öskráðinu, ég get komið þessu að á næsta fundi, en ég vil bara að verði vitundavakning hérna með að bæjarfulltrúa þetta mál og ef það væri hægt að beina því með þessari umsókn. Svo á öðrum lið, það er mjög metnaðarfullt hjá Hafþóri og félögum. Ég satt nú í þessu ráði í nokkur ár sem formaður IRB en mér finnst alveg skelfilegt að sjá þessar tölur munin á milli okkar og annarra bæjarfélaga sem eru sambærileg. Ég ætla nú að bíða með tuð út af því þangað til að þessar nefndir hafa skilað sinni vinnu og kannski fáum að heyra eitthvað hvernig staðan er þar. Takk. Takk fyrir. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel.
Virðuleg forseti og aðri viðstaddir, ég kem hér undir lið 1 eins og fleiri, aðgengis- og öryggismál við Nettóhöllina og Fimleika Akademíuna. Aðstæður við þessi 2 stærstu æfingahús Reykjanesbæjar eru verulega ábótavant og á þessi svæði eru hundruði barna á æfingum á hverju degi og því er mikilvægt að bregðast strax við. Umhverfis- og skipulagsráð þarf virkilega að forgangsraða sínum verkefnum og byrja strax að vinna að þessu máli og ég held að við megum þakka fyrir það að ekki hafi orðið slys á börnum á þessum stað. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Guðbergi Reynissyni að það væri mjög áhugavert að skoða aðgengismál hvað varðar börnin okkar í sveitarfélaginu á öllum íþróttarhúsum og mannvirkjum, hvort sem það er einkarekið eður ei. Takk fyrir. Takk fyrir þetta og það er rétt einmitt að minnast á að í fundargerðinni kemur einmitt fram að aðgengismálinu var vísað inn til umhverfis- og skipulagsráðs. Þannig að við væntum þess að þau taki það fyrir á sínu fundi og að bæjarfulltrúi Guðbergur fylgi því eftir. Orðið er laust. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Af því að bæjarfulltrúi Guðbergur nefndi áðan varðandi fjármagn til íþrótta að þá langar mig til þess að lesa upp bókunina sem er í fundargerð Íþrótta- og tómstundaráðs sem er mjög ánægjuleg, að þetta er bókun alls ráðsins, allir sammála og mig langar að lesa hana upp. En bókunin er svona: Íþrótta- og tómstundaráð er sammála að auka þurfi fjármagn til málaflokksins til að geta staðið undir metnaðarfullu íþrótta- og tómstundastarfi í Reykjanesbæ og bora okkur saman við sambærileg sveitarfélög. Það er nefnd sem er í gangi, eins og nefnt var áðan, annars vegar varðandi rekstur og hitt varðandi framtíðarskipan og ég veit að við bíðum öll spennt eftir hver niðurstaðan er og það var rætt að það yrði að niðurstaða nefndana myndi verða kynntar í mars og býð ég spennt eftir að vita hvað kemur út af því. Takk. Takk fyrir það. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo er ekki, Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti og aðri gestir. Ég vil endilega leggja orð í belg með mál 1, aðgengis- og öryggismál. Ég reyndar kannast ekki frá mínum bæjardyrum með þessa umferðarteppu hér í bæ því mín börn taka oftast strætó frá Inninerg, en ég skil vel að þetta er mjög nauðsynlegt að fara í þessa vinnu. En svo er það mál númer 2 sem er þá fjárhags- og starfsáætlun 2023. Ég er alveg sammála flestum hérna það sem hefur komið hérna upp á borð, en ég vil endilega hvetja alla sem hafa ekki nýtt sér hvatagreiðslur, til dæmis eins og á síðasta ári, þá er hægt að gera það bara mjög skilvirkum hætti inn á reykjanesbær.is og er þetta mjög þægilegt því að hægt er að nýta þetta bara og er einmitt fer úthlutun í hvata- og frístundastyrk fram í gegnum hvata- og vefskráningar og greiðslukerfi sem sportabler og fleira. Svo ætla ég líka aðeins að setja eitt orð í sambandi við Stapaskóla að mér finnst það bara vel gert að íþróttahús í Stapaskóla á að vera tilbúið svo sem á þessu ári. Og það er mjög ánægilegt að sjá gamla Inninerguhverfi mitt blómstra sem aldrei fyrr, því að svo sem hér stendur mann eftir því að hverfi taldi bara 2 til 4 götur. Þannig að takk fyrir. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo er ekki. Þá byrjum við fundargerðin upp til samþykktar. Þau sem samþykkt geta fundargerð Íþrótta- og tómstundaráðs frá 20. desember beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við fyrir 5. og síðasta mál á þessari dagskrá sem er fundargerð menningar
og atvinnurás frá 23. desember. Sverrir Bergmann Magnússon, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestur og þeir sem heima sitið. Ég kem hér upp undir fundargerð menningar og atvinnurás frá 23. desember síðastliðnum, en þar sem ákveðið hefur verið að færa atvinnupartur ráðsins yfir til Hafnarinnar var hann ekki ræddur á síðasta fundi og hlakkaði til að sjá atvinnumálin dafna á nýjum stað. En að því sögðu þá langar mér að fara yfir í þriðja mál, en súlan, menningarverðlaun Reykjanesbæjar fyrir árið 2022 var afhent við hátíðlega athöfn í DUS safnahúsum þann 27. nóvember síðastliðinn, en verðlaunin eru veitt þeim sem hafa stutt vel við menningarlíf sveitafélagsins. Að þessu sinni hlauta Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur verðlaunin fyrir framlag sitt til uppbyggingar og eflingar listasafns Reykjanesbæjar. Menningar og atvinnuráð óskar Aðalsteini til hamingju með verðlaunin og færir honum þakkir fyrir áralanga vinnu og stuðning við listasafn Reykjanesbæjar. Og svo er það fjórða málin, listasafn Reykjanesbæjar lagði einmitt fram metnaðarfulla sýningaráætlun sem ég hvet alla til að kynna sér, hvort sem er í fundargerð þessari eða inn á listasafn.reykjanesbæjar.is. Svo er það 15. mál, en það er 13. 2023. En eftir 3 ára röskun vegna heimsfaraldurs verður 13. skemmtun með hefðbundnum hætti haldin á nýjan leik föstudaginn 7. janúar, sem er bara næsta föstudag. Hátíðin hefst klukkan 18 með blysför frá Myllubakkaskóla þar sem gengi verður í fylgd álfakóngs, drottningar og hirðar þeirra að hátíðarsvæði við Hafnargötu 12. Foreldrar eru hvattir til þess að leyfa börnunum að taka virkan þátt í gleðinni með því að klæða sig upp í ýmis gervi, jafnvel púkagervi og auðvitað taka lukt meðferðis í blysförina. Á hátíðarsvæðinu verður sjálf Grýla sem tekur á móti hersingunni, álfar munu hefur braust sína og syngja 13. söngva og allskins kynjaverur verða á sveimi á svæðinu. 13. brennan verður á sínum stað við Ægisgötu og gestum verður boðið upp á heitt kakó til að ylja sér. Í lok dagskrár verða jólin svo kvödd að hætti björgunarsveitarinnar Suðurnes með glæsilegri flugeldasýningu. Það eru Karlakór Keflavíkur, Kvennakór Suðurnesja, Leikfélag Keflavíkur, Skátafélagið Heiðabúar, Björgunarsveitin Suðurnes og Lúðrasveit tónlistarskóla Reykjanesbæjar sem taka þátt í dagskránni sem er stórglæsileg og hvetja alla til að mæta. Og svo er það 7. mál, en það er Jólahús 2022. Menningar og atvinnuráð fékk það skemmtilega verkefni að útnefna Jólahús Reykjanesbæjar 2022. Að þessu sinni var það húsið að Heiðarbóli 19 sem að bar sigur úr bítum og óskaði þeim innilega til hamingju. Nú 7. mál þá var að markastefna Reykjanesbæjar en drög að markastefnu voru lögð fram til umsagnar og óskar menningar og atvinnuráð eftir umsögnum frá öðrum ráðum og nefndum bæjarins. Menningar og atvinnuráð lýsir ánægju með drög að markastefnunni og þakkar gott samstarf með hana og metnaðarfulla vinnu við gerð hennar. Fleira var það ekki á mér. Ég þakka gott ljóð. Takk fyrir þetta. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég kem hérna upp undir liðnum markastefnuna í fundargerð menningar og atvinnuráðs og vil taka fram að þetta er í rauninni skjalið eins og lítur út í dag fín yfirferð á sögu sveitafélagsins og svona því hvað helst hefur einkennt okkar góða samfélag. Við Sjálfstæðisfólk höfum nefnt það áður og viljum ítreka hér að þetta yfirgripsmikla skjal getur einhvað síður ekki talist stefna því miður en inniheldur gögn og upplýsingar sem nýta má til mótunar markastefnu. Og telji menn að mótunin hafi átt sér stað þarna í lok skjalsins að þá er bara hið besta mál að klippa það út og láta standa eitt og sér og sjá hvernig það lítur út. Í skjalinu kemur fram að markhóparnir sem að höfða eigi til við markasetningu bæjarins, sveitafélagsins, séu tengdir atvinnusköpun til þess að vekja áhuga fyrirtækja og fjárfesta á bæjarfélaginu. En ekkert endilega framtíðar íbúar, það sé bara orðið gott á svo stöddu. Þetta hlýtur að skjóta einhverju leyti skökku við þar sem að í sama skjali kemur fram að þeir fyrirtækjaeigendur sem tóku þátt í rýnihópi töldu baráttu vinnuafl vera eina mestu áskorunina
þessa baráttu við flugstöðina. Hún ryksugaði upp allt vinnuafl á svæðinu. Nú í þessari rýnihópa vinnu eða þessum samtölum að þá er Bítlabæri nefndur og þar kemur fram að fólk vill halda tengingu við þann tíma og mjög tilfinningarík lýsing þar sem er ljúft að lesa og það má líka segja það skýtur einnig skökku við að við höfum hér heyrt í fleygt fram að við eigum bara að leggja niður Rokkasafnið sem er að mínum mati eina viðurkenningin á því að hér hafi yfir höfuð verið blómlegt atvinnulíf og hér séum við Bítlabær. Nú annað að mér finnst afskaplega lítið gert úr íþróttahlutanum. Það er örlítið tippað á tánum í kringum körfuboltann og það hvernig varnarliðið einhvern veginn gerði það að verkum að hér fengu menn áhuga á körfubolta en það er ekki einu orði minnst á það að við áttum hérna gullaldalið í fótbolta. Gífurlegar kempur. Mér finnst þetta bara ég verð bara sorgmænt fyrir þeirra hönd. Mér finnst þetta vanvirðing. Við sögu íþrótta í sveitarfélaginu að hlaupa svona yfir þetta. Nú, í ljósi þess að undirrituð hefur ítrekað stýrt svona vinnu og vinnustofum á ýmsum vettvangi að þá þætti mér áhugavert að heyra hvers vegna ekki var rætt við fleiri en raunbar vitni við þessa miklu vinnu. Það var rætt við 15 starfsmenn sveitarfélagsins. Það voru 17 manns í rýnihópum. Það voru haldnar 2 vinnustofur með 8 manns samtals og í þeim voru fulltrúar ungmennaráðs og menningar og atvinnuráðs. Og ég spyr mig hreinlega, hvar eru fulltrúar skóla og íþróttamála sem er sá málaflokkur sem er langviðamestur í rekstri sveitarfélagsins og skiptir barnafjölskyldur gríðarlega miklu máli þegar framtíða búseta er valin. Og aftur fyrirtækin vilja mannafla þar sem þau ætla að setja upp sína starfsemi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulega forseti og aðrir viðstaddir, ég vil taka undir með bæjarfulltrúa Helga Jóhann Oddsdóttir. Mér þótti mjög sorglegt að sjá hvað starfið fékk lítið vægi í þessari skýrslu og ég tala nú ekki það er aðeins minnst á körfuboltann, það er rétt að benda á það, en það er ekkert minnst á hvað varðar fótboltann. Við tölum okkur íþróttabæ, við erum stolt af fólkinu okkar, við erum stolt af íþróttafélögunum sem starfa hérna í Reykjanesbæ, þannig að ég tel að það þurfi aðeins að koma betur inn á þetta. En þetta er fyrsta umræða og ég bara fagna því að þetta er fyrsta umræða þar sem við hljótum að geta þá laga þessa stefnu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Já, það kemur einmitt fram að hér er verið ósk eftir umsögnum sem að eiga að berast fyrir lok mánaðar, þannig að við höfum þennan mánuð til þess að skila þeim inn og það er stefnaverður öllu líkindum, ekki satt bæjarstjóri tekið fyrir í nefndum og ráðum. Jú. Algjörlega og við þurfum bara að skila inn skriflegum umsögnum, þannig að þetta er bara fer núna í góðan farveg. Ég hef ekki trú á öðru, Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og kæru bæjarfulltrúar. Já, fín umræða fyrirhuga markastefnu Reykjanesbæjar. Þetta var unnið í samvinnu við Brandur stofu sem hefur heilmikla reynslu af þessum málum. Hvað varðar fjölda fólk sem var rætt við get ég því miður ekki svarað en eflaust hefur það fyrirtæki eitthvað fyrir sér hversu marga þeir taka í úrtakið. Þannig að það er ekkert mál að fá svör við því. Nú markhópar í markastefnunni eru íbúar, fyrirtæki og stofnanir og svo ferðamenn og gestir. Þannig að það er spurning og ég bara hvet ykkur öll til að koma með athugasemdir ef við viljum markasetja Reykjanesbæ sem íþróttabæ fyrir ferðamenn og gesti eða fyrir fyrirtæki og stofnanir. Við erum með þessa 3 hópa sem við erum að horfa til. Hvað er það sem við viljum leggja áherslu á? Viljum við leggja áherslu á að við séum nýsköpun, bæri í örum vexti,
fljóta að komast upp á lappirnar þegar mótbærir koma eða viljum við vera íþróttabær? Það eru alls konar áherslur og konsept í þessu og ég bara hvet ykkur til að koma með skriflegar athugasemdir sem við getum tekið til greina og það er bara ofboðslega gott að setja þetta inn í alla nefndir og ráð til að fá það fram og einnig hvet ég bæjarfulltrúa til að gera það sérstaklega og svo er þetta bara umræðan á hvað viljum við leggja áherslu á, hvernig fáum við fyrirtæki og stofnanir til okkar annars vegar og svo íbúa og svo ferðamenn til að koma til okkar. Er það að leggja áherslu á fótbolta eingöngu? Það er góð spurning. Takk. Takk fyrir. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Bæjarfulltrúi Helga Jóhanna Oddsdóttir fór vel yfir ýmislegt sem betur að fara en okkur þykir mikilvægt samt að taka það fram að þetta er gríðarlega góð bakgrunnsvinna sem hefur farið hérna fram. Hún er ekki hafin yfir gagnrýni en hún er mjög góð og einmitt gott að nefna að þegar við erum að taka það þarf að bæta við og svona og þetta er eitthvað sem við komum til að koma með. En þetta var á síðasta kjörtímabili sem að þessi vinna fór mikið fram og við ræddum mjög mikið þá og gerðum alvarlegar athugasemdir við þessar 3 stoðir sem eru settar í fókus. Og mér langar bara að rifja það upp, bara þannig að þegar að þessi umræða fer í nefndirnar, þá verður fólk að athuga þetta. Að stoðirnar sem er verið að tala á blaðsíðu 19 eru sem sagt skapandi greinar og undir skapandi greinar er það menningin, söfnin, skapandi íbúar og skólarnir sem eru aðalþættirnir. Síðan er það nýsköpun, það er önnur stoðin og þar inni eru ýmis nýsköpun sem er og þessi nýsköpunarfyrirtæki sem eru hér og það er gott og gilt og síðan er það náttúran og þar á meðal er nefnt eins og UNESCO og eldgosi sem hafa verið og annað í nágrenninu og náttúran sem er hjá okkur, þessi fallega náttúra nálægt Reykjanesbæ. Af því að bæjarfulltrúi Guðni Birna nefndi áðan íþróttabæ, þá fer það ansi mikið í taugarnar á mér, ekki sé, þó ég orði þetta bara asnalega, en þetta er bara þannig, að sjá ekki íþróttir nefnda á nafn. Allt annað hef ég ekkert að gera athugasemd við, þetta kemur verulega óvart og mér sést að þetta vera með þetta góða vinnu og svona djúpa vinnu og alla þessa hópa og bara mjög góð bakgrunnsvinna mörgu leyti þó að við getum alveg nefnt einmitt að það hefði mátt vera fjölbreyttari hópar og ég spurði einmitt Brand, hvað er það að íþróttabærin nefni ekki íþróttir sem eitt af stoðunum, að það sé hvergi nefnt eins og nafn. Og þá sögðu þeir að það kom ekkert upp þannig í hópunum en að fólk flytur ekki til bæjarins út af íþróttum. Og ég var þá nýbúin að ræða við skyldfólk mitt sem býr á Ísafirði, var að flytja suður og valdi Selfoss út af íþróttum. Og það var sérstaklega nefnt, við ákomum að flytja til Selfoss vegna íþrótta. Og mér finnst þetta bara komist, þarna var ég með bara konkrétt dæmi með eina fjölskyldu, öfluga fjölskyldu með mörg börn og ég veit miklu fleiri. En það er auðvitað samansafn, það er atvinna, það er menning, það eru góði skólar. Þú veist, við skulum ekki gera lítið úr einhverju ef við erum að reyna að benda á annað. Þannig að ég vildi allavega og við komum örugglega til með að benda á þetta, að þarna finnst mér pottubrotin og við verðum einhvern veginn að horfa til hvernig getum við komið því að því að íþróttabærin Reykjanesbær ætlar ekki að sleppa því að nefna íþróttir sem meginstoð, eina meginstoðum. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo er ekki. Þá ber ég fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 23. desember til samþykktar, þeir sem samþykkt geta, beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11.0.
Það er þá ekki fleira sem liggur fyrir á þessum fundi. Fundargerð verður yfirfarin og undirrituð rafrænt eins og venja er. Því segi ég þessum 645. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.